Velkomin í Tímarím. Í þessum þætti fjöllum við skimun fyrir krabbameini með áherslu á ristilkrabbamein, sem þriðja algengasta krabbamein hjá bæði körlum og konum á Íslandi og önnur algengasta dánarorsök þeirra sem látast af krabbameini. Við ræðum við meltingarfæra sérfræðingana Ásgeir Theódórs og Sigurð Einarsson og Tryggva Stefánsson sem sérfræðingur í ristils- og endaþarmsskurðlækningum. Og skimun hefur verið mjög mikið til umræðu upp á síðkastið og það má segja að skimun fellur mjög vel við svona áætlanir heilbrigðisþjónustunnar um fyrirbyggjandi aðgerðir. En það að skima fyrir sjúkdómi, það getur verið mjög alvarlegur hlutur. Og þess vegna mjög ánægjulegt að landlæknir og heilbrigðisráðuneytið hafa skipað í skimunarráð og þetta skimunarráð þá á að ákveða fyrir hvaða sjúkdómum verður skimað og hvernig. Og skimunarráðið ætti þá einnig að geta sagt til það hvort það eigi að hætta skimun. Til dæmis eigi að hætta að skima fyrir brjóstakrabbamein í dag. Af því hvað skimun getur verið alvarlegt inngrip þá hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin sett leiðbeiningar fyrir skimun og þær eru birtar í grein frá 1968 eftir Wilson og Jungner. Og aðal inntækið í þessum leiðbeiningum það er það að skimunin þarf að gera gagn og hún má ekki gera ógagn. Og svo þarf kostnaðurinn við skimunin að vera svona í takti við kostnaða meðferð sjúkdómsins. Til þess að geta fylgt þessum leiðbeiningum og til þess að geta fylgst með árangri skimunar þá þarf að vera til mjög nákvæm skráning á öllu sem gert er. Og það þarf að vera ákveðnir gæðaþættir sem fylgst er með til þess að geta þá fundið út hver árangur skimunarinnar er. Og það sýnir sig í þeim krabbameinum sem við erum að skima fyrir hér að það er munur á því hvort skimaði fyrir krabbameininu sjálfu eða hvort skimaði fyrir forstigi krabbameinsins. Og þá er hægt að fjarlægja forstigið og koma í veg fyrir myndun krabbameinsins. En skimun skilvirk leið í baráttunni við krabbamein? Krabbameinsfélag Íslands, það hefur skimað fyrir brjóstakrabbameini og leghálskrabbameini og það hefur staðið til að byrja að skima fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi. Það er hægt að finna sem sagt brjóstakrabbamein með brjóstaröntgenmyndun. En það er ekki hægt að finna forstig brjóstakrabbameinsins á röntgenmyndunum. Í skimun fyrir leghálskrabbameininu þá er hægt að finna forstigin og fjarlægja þau. Ef við finnum krabbamein á einkennalausu stigi þá er möguleiki að lækna krabbameinið og þannig getur maður lækkað dánartíðni krabbameinsins. En ef við fjarlægjum forstigin í skimuninni þá erum við að koma í veg fyrir myndun krabbameinsins. Og þá lækkum við ekki bara dánartíðnina, við lækkum líka nýgengið. En skimun og skimun er ekki eitt og hið sama. Það er hægt að sýna fram á mismunin í brjóstakrabbameinsskimuninni og leghálsskimuninni að líta á nýgengistölur, línuriti við nýgengi frá Krabbameinsfélaginu. Og þá sjáum við mynd af línuriti við nýgengi frá 1955 og fram til 2015 og það er þannig að brjóstakrabbameinsskimunin byrjaði 1987 til 1989 og maður sér í sambandi við það að brjóstakrabbameinsskimunin byrjar þá eykst nýgengið og síðan kemur samsvarandi lækkun á nýgengi nokkrum árum seinna. En í heildina þá er engin breyting á línuritinu yfir nýgengið þrátt fyrir að það er verið að skima frá þarna 1987 og til dagsins í dag. En aftur á móti ef við lítum á samskonar línurit yfir leghálskrabbamein að þá er skimun, það er byrjað á að skima fyrir leghálskrabbamein 1964 og það sést í sambandi við það þegar að byrjað að skima að það verður mikil aukning á nýgengi og síðan samsvarandi lækkun og nýgengi nokkrum árum seinna. En þessi lækkun, hún helst áfram
og lækkun á nýgengi leghálskrabbameins er 70% frá því að byrja var að skima fyrir leghálskrabbameini. Og þarna er gríðarlegur mismunur í því, sem sagt, hvort skimaði fyrir krabbameinu sjálfu eða hvort skimaði fyrir forstiginu og forstigið fjarlægt. Það er líka núna þá stendur til sem sagt að skima fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi og það hefur verið mikið til umræðu. Og þar hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hvatt sín meðlimslönd til þess að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir í sambandi við sjúkdóma. Og það má segja það að ef það verður ekki beitt fyrirbyggjandi aðgerðum, þá verður fjölgunin á krabbameinum í ristli og endaþarmi gífurleg í framtíðinni. Og ef maður lítur á spá yfir fjölgunina til 2060, þá er það þannig að fjölgun mannfjölda er 40%, en fjölgun krabbameina í ristli og endaþarmi er 100%, það tvöfaldast fram til 2060. Fjölgunin hún er mest í elstu aldurshópunum og það má segja að það kemur verst á okkur vegna þess að meðferð við krabbameini í ristli og endaþarmi verður erfiðari með hækkandi aldri. Dánatíðni eftir aðgerðir vegna ristli og endaþarms krabbameins vegna aðgerða við ristli og endaþarmskrabbameini hjá þeim sem eru yfir áttrætt er 15–20%. Og legutími þeirra á sjúkrahúsi er miklu lengri heldur en hjá þeim sem eru yngri og frískari. Það er því mjög mikilvægt að koma í veg fyrir myndun krabbameina í þessum aldurshópi. Og við sjáum hérna línurit yfir fjölda krabbameina í aldurshópum og þá er neðsta línan fyrir 2020 og efsta línuritið það er fyrir 2060 og maður sér að fjölgunin að fjöldi krabbameinanna eykst mjög mikið þegar það kemur upp í eldri aldurshópana og þegar þessir eldri aldurshópar þegar fjölgar í þessum eldri aldurshópum. Ef að hægt er að lækka nýgengi 50% með skimun. Það er mjög líklegt að ristilspeglunarskimun geti lækkað nýgengi meira en 50%. En ef hægt er að lækka það 50% þá þýðir það að miðað við tvöföldun fjölda krabbameina til 2060, þá værum við í rauninni að halda fjölda krabbameina stöðugum til 2060. Við værum sem sagt að helminga fjöldan sem finnst 2060 og það kostar í dag svona 3.000 milljónir meðferðin á ári. Þá var maður að reikna með meðferðinni inni á sjúkrahúsi og kostnaði einstaklingarna sem fá krabbameinið. Samanlagt er þetta svona 3.000 milljónir á ári. Sú aukning sem verður án aðgerða, hún kostar svona eins og nýr Landspítali í Vatnsmýrina. En eitthvað kostar stóraukin skimun? Við höfum áætlað ef það er settar, það er hægt að setja til dæmis 300 milljónir á ári í ristilspeglanir til að skima og þær myndu skila okkur því að helminga nýgengi fram til 2060. Svo að miðað við svona útreikninga þá er þetta mjög hagkvæmt og þessar niðurstöður eru fengnar af þeim rannsóknum sem eru til af ristilspeglunarskimun og þetta er mjög vægt áætlað. Ristilspeglanir í dag, skimun á ristilspeglanir í dag eru miklu nákvæmari rannsókn heldur en það voru fyrir 10 árum. Það er miklu meiri gæðakröfur í dag í ristilspeglunum. Það eru gerðar meiri kröfur það að komast alla leið upp í botn á ristlinum og að skoða vel slímhúðina alla leiðina út. Þannig að árangur á ristilspeglum í dag er mjög góður og það er alveg hægt að gera ráð fyrir meira en 50% lækkun á nýgengi við þær skimun á ristilspeglanir sem eru framkvæmdar í dag.
Miklar framfærir hafa orðið á skimunatækni á undanförnum árum og áratugum. Já, það má eiginlega segja að það séu mjög áhugaverðir tímar núna í sambandi við rannsóknir á meltingarsjúkdómum. Þar sem að tækni hefur eiginlega gjörbreytt okkar viðhorfum í þessari sérgrein sem meltingarsjúkdómar. Hér áður fyrir voru menn að gera röntgenmyndir af meltingafærum eins og vélinda og maga og ristli og rannsóknirnar voru ónákvæmar og það þurfti að liggja yfir þeim, þær voru erfiðar fyrir sjúklingana gjarnan. Síðan þróast þessi svokallaða speglunartækni og hún tekur eiginlega allar meltingavein frá vélinda alveg niður á endaþarmi. Þar sem við getum, eins og sagt var hér áður, speglað slímhúðina og horft á slímhúðina alveg beinum augum. Og síðan hefur þessi tækni þróast enn frekar. Og nú erum við konur á það stig núna að við erum konur með myndir sem eru háskerpumyndir upp á sjónvarpsskjá. Það sem allir sjá, áður fyrir voru þetta svona kíkingar. Við vorum að líta í svona rör og augnstykki. En nú það breytt. Og með þessari tækni þá höfum við getað og getum greint minnstu misfellur í slímhúðinni. Þá komum við að kannski kjarnanum, það eru frumubreytingar í slímhúð. Og þetta hefur reynst okkur mjög vel í sambandi við greiningu á til dæmis krabbameinum í meltingu. Því að ekki aðeins getum við séð þessar misfellur, heldur getum við einnig tekið sýni gegnum þennan tækjabúnað. En hvernig hefur þetta gengið og þróast hér á Íslandi? Að þrátt fyrir tæknina, sem hefur verið náttúrulega að batna alltaf með má ég eiginlega segja hverju ári, að þá hefur okkur ekki orðið mjög ágætt. Og það kannski vegna þess að við höfum ekki verið nógu skipulegir því hvernig við bregðumst við sjúkdómum. Það að segja að okkur hefur gengið illa að skipuleggja skimunarátök og það þarf að breytast. Það þarf að breytast vegna þess að nú höfum við tæknina. Tæknin alveg klár. Ég held að síðasta áratuginn hafa orðið veruleg breyting í viðhorfum. Við erum að fá betri rannsóknir inn á borð til okkar sem að sýnir okkur betri árangur. Við erum í betur stakk búin til þess að reikna út kostnaðarávinningin af hinum ýmsu aðferðum. Og við erum líka svolítið að breyta viðhorfum okkar til árangurs. Það að segja, eftir hverju erum við að sækjast? Erum við að sækjast eftir að lækka dánartíðnina? Erum við að sækjast eftir að lækka nýgengi? Nýgengi sem sagt greind sjúkratilfelli á hverju ári. Erum við að sækjast eftir því? Það að segja fækka tilfellum. Erum við að lækka dánartíðni? Þetta skiptir verulega máli. Þetta ekki sami hlutur? Nei, það þarf ekki að vera sami hlutur. Núna áherslan meiri svo að fyrirbyggja sjúkdóminn, fækka tilfellunum. Það að segja forða því að viðkomandi einstaklingur fái krabbameinið. Það að segja ristilkrabbamein sem við erum að tala okkur af núna. Og þetta hægt. Og ástæða fyrir þetta hægt með ristilkrabbamein að ristilkrabbamein hefur forstig sem góðkynja, sem sepi. Og þá má eiginlega segja að þetta sé sama eða sambærilegt við leghálskrabbamein. Vegna þess að þegar við erum að leita og skoða leghálskvenna, þá erum við að leita að frumubreytingum. Og við sjáum frumubreytingarnar og getum gripið inn í ferlið áður en það verður að krabbameini. En hver munurinn á hefðbundinni leit að blóði í hægðum annars vegar og ristilspeglun hins vegar? Þegar við erum að leita blóð í hægðum, þá erum við yfirleitt að leita að meinsemd sem heitir krabbamein. Þegar við erum að spegla hins vegar, þá erum við miklu frekar að leita forstígunum vegna þess að við sjáum það. Forstígin yfirleitt blæði ekki svo það finnast miklu sjaldnar með því að leita blóð í hægðum.
Þannig að við erum í rauninni með speglunina fyrirbyggja krabbameinið, en með blóði í hægðum erum við að finna krabbameinið. Við viljum ekki að fólk fái krabbamein. Við gerum núna væntanlega á milli 13 til 14.000 ristilspeglanir á ári og þá er allt talið. Það sem er gert á sérstökum speglana einingum út í bæ og það sem er gert á stofnunum. Þetta er sem sagt heildartalan. Ég tel að þetta er samantekt sem ég hef gert að það er nær helmingur af þessum rannsóknum sem við gerðum í forvarnaskyni. Og það er náttúrulega af henni góða og það er að aukast verulega. Við höfðum heilmikið átak hér 2000 sem við kallum við vitundarvakningu og voru þá að hvetja fólk og að fræðast og lesa sér til þennan sjúkdóm. Og síðan hefur náttúrulega orðið vakning meðal Íslendinga eins og víða í Evrópu, því að þetta var náttúrulega evrópskt átak sem við tókum hér heim, var svolítið umdeilt. En ástæðan fyrir þetta átak var gert var það að þrátt fyrir tækninýjungar eða gæði í tækninni, að þá var árangurinn ekkert rosalega góður eins og ég sagði áðan. Og ástæðan var fyrst og fremst sú að fólk var ekki meðvitað. Það þekkti ekki sjúkdóminn, það þekkti ekki köllunartímann. En með þessu átaki, vitundarvakningunni, þá hvöttum við fólk til, eins og annars staðar, að hefja skimun, fara í skimun, fara í skoðun fimmtugt. Það náttúrulega er mikill munur á hvernig ristilspeglun er gerð og það verður rannsóknir sýnt að það getur verið alltaf tífaldur munur á milli speglara, hver gæði speglunarinnar er og hversu marga sepa menn finna og þess aftar. Og það hafa verið skilgreindar ákveðnar breytur sem hægt er að nota til þess að finna út hver gæði ristilspeglunar er og þetta er auðmælanlegt. Og þeir sem eru hvað flinkastir í því að finna sepa, skulum við segja, að þeir finna kannski sepa í öðru hverju manni sem þeir spegla. En hinir sem eru lakastir finna kannski í 5% og þetta er mælanlegt og þetta fylgjast með þessu og það er jafnvel hægt að þjálfa þá upp sem eru sína lélegri árangur. Með því að fylgjast með og benda mönnum á hvað þeir geta bætt sig, þá er hægt að bæta árangurinn. Menn verða kannski, þeir sem eru lakastir verða kannski aldrei jafn góðir á þeir sem að flinkastir í því. En það er mikill munur og auk þess er hægt að innleiða ákveðna hluti svona bara í framkvæmd speglunarinnar sem að bæta árangur, til dæmis að menn eyði ákveðið miklum tíma í að skoða ristilinn þegar tækið er dregið út og svona staðla speglunar sem slíka. En hvernig er staðan á Íslandi varðandi eftirlit og staðla í þessum efnum? Á Íslandi höfum við ekki hugmyndum það, því að það er ekkert staðlað eftirlit. Þar sem ég starfaði í Bandaríkjunum þá var farið yfir þetta reglulega, farið yfir hversu oft menn komast ristilinn á enda og hversu oft menn greina sepa í þeim ristilspeglunum sem þeir gera, í þessum svokölluðum skimunarrannsóknum sem eru gerðar á öllum yfir 50 og upp að 75 ára aldri í Bandaríkjunum. Og ég reyndar nýbúið að lækka aldurinn niður í 45 ára í sumum ráðleggingum. En það var farið yfir þetta reglulega og þá var það rætt hvernig þeir sem voru neðar í gæðavísum, hvernig þeir gætu bætt sig og hvað var hægt að gera. Og þetta var brotið niður hvort var konur eða kallaræða og í mörgum löndum og í Evrópulöndum í skimunarprógramum þá er farið mjög stíft yfir þetta og
í rauninni ríkisvaldið og þeir sem að standa að skimun sem að ákveða hverjir eiga spegla og hverjir eru hreinlega bara ekki hæfir til þess út frá þessum breytum. Nú ristilspeglun mun dýrari en hefðbundin skimun eftir blóði í hægðum. Þessi viðbótarkostnaður réttlætanlegur? Já, það sem að réttlætir það þá náttúrulega að maður getur bæði lækkað dánatíðni og nýgengi sjúkdómsins með ristilspeglunum. Ristilspeglanir hafa það fram yfir önnur próf að þú getur greint forstig ristilkrabbameins, svokallað SEPA, á miklu fyrr í ferlinu og það sem við gerum í ristilspeglunum við fjarlægjum nánast alla SEPA sem við sjáum. Það þá SEPA sem við teljum að hafa einhverja þýðingu. Það sumir SEPA sem hafa nánast enga þýðingu og hægt jafnvel að sjá á ristilspeglunum og greina þannig. En langflesta SEPA fjarlægjum við og nánast öll ristilkrabbamein byrja sem SEPar og svo þessi framgangur í sumum SEPum yfir í ristilkrabbamein. Þannig að þessi ristilspeglun hefur fram yfir að hún grípur miklu fyrr inn í ferlið og öll hinn prófin miðast við það að finna þá sem að þurfa mest á ristilspeglun að halda því að það eina prófið sem að getur gripið inn í ferlið. Sigurður þekkir vel til í Bandaríkjunum þar sem greiðendur heilbrigðisþjónustu gera kröfu ristilspeglanir. Ég starfaði í Bandaríkjunum, lauk mínu sérnámi þar 2004 og starfaði þá á Háskólasjúkrahúsi í nokkur ár og svo flutti ég aftur til Bandaríkjunum og starfaði í 6 ár í einkageiranum í rauninni fram til 2016 og það er nú mikið verið rætt bandarískt heilbrigðiskerfi og yfirleitt á neikvæðum nótum en það er nú eins og með heilbrigðiskerfi í Bandaríkjunum eins og margt annað, það er hægt að finna það besta og það versta og þjónusta í bandarísku heilbrigðiskerfi hjá þeim sem að komast skulum við segja, mjög góð og hún rekin að mörgu leyti með út frá sjónarmiðum sjúklingana því að það er samkeppni sjúklingana og þá reynir mann að gera eins vel og þau geta við sjúklingana. Mikill hluti af heilbrigðiskerfinu rekið að svokölluðu HMO sem eru Health Maintenance Organization sem eru stór félög sem að sjá heilbrigðisþjónustu bæði spítala og heilsugæslu og annað og það geta verið margar milljónir manna sem að tilheyra hverju svokölluðu HMO og þau eru svokölluðu tryggingafélög og þau geta rekið alla þjónustu í rauninni og þeim mikill akkur í að spara pening til lengri tíma litið og þau hafa mikið hvatt til þess að þeir sem eru undir sínum vendavæng má segja, fari í ristilspeglun því að ef þú reiknar út kostnað við hvern sjúkdóm sem greinist með ristilkrabbamein þá hann gríðarlegur og kostnaður við einn sjúkling sem greinist með ristilkrabbamein getur borgað fyrir hundruð ef ekki þúsundir einstaklinga sem fari í ristilspeglun. Þó að ristilspeglunum séu dýrar í Bandaríkjunum allavega miðað við Ísland að þá hafa tryggingafélögin reiknað út að margborgar sig að fá fólk í ristilspeglun áður en kemur til ristilkrabbameins. Því hefur verið haldið fram að ristilspeglunum fylgi talsverð áhætta. Áhættan í stórum rannsóknum hefur verið svona á dauðsföllum kannski 1 á móti 100.000 í speglunum, jafnvel lægra hjá fólki sem fer vegna skimunar. Það hefur verið talað 1 til 3 af 100.000 deyja völdum ristilspeglana en þá það hver einasta ristilspeglun sem gerð og sumir eru í lífshættu þá þegar þeir fari í ristilspeglun í þeim hópi. En almennt séð þá ristilspeglun ekki áhættulaus. Það getur komið rof á gönnina, maður getur valdið blæðingu, sérstaklega maður tekur SEPA, sérstaklega stóra SEPA og svo geta verið viðbrögð við lyfjunum sem maður gefur og
það er náttúrulega ákveðið álag, sérstaklega fyrir fólk sem er með hjarta- og æðasjúkdóma að fara í ristilspeglun. En svo áhætta er metin kannski 1 á móti 1000, 1 á móti nokkur hundruð að það komi eitthvað upp á. Flest af þessu er einfaldir hlutir sem að hægt er að laga á einfaldan hátt eða þá bara lagast það sjálfum sér. En stundum þau kemur til skurðaðgerðar. En hætta á dauðsföllum er cirka 1 á móti 100.000 og það er kannski svona álíka hættulegt og að vera ferðamaður og ferðast til Íslands. Mælt er með að allir sem orðnir eru 50 fari í ristilspeglun. Reynist þeir einkennalausir þurfa þeir ekki að fara aftur í 10 ár. Speglunin kostar 60.000 krónur og þaraf er hlutur sjúklings 20.000. Þeim peningum er vel varið enda er að ræða eitt algengasta krabbamein á Íslandi.